Viðbjör Herðu, ég er með eitt frækt hérna Chupacabra Þið hafa heitir Chupacabra Goatsucker The Goatsucker, nákvæmlega Þú er heitir það, Birgir Já, kallar það Davíð í sveitinni The Goatsucker Í sveitinni What the fuck Velkomin í Búblur og Mjór Takk fyrir Þetta byrjaði skringilega Titties, Já, við vorum að tala þess að Titties, Diddy do What diddly do Diddy definitely did it P. Diddy, partí hans að P. Diddy Hefur hann bóðið ykkur í partí? Freak off Hefur hann bóðið ykkur í partí? Nei I plead the fifth Hversu creepy shit maður Oh my god Þess að við vorum að tala hérna hóðan áður off air að það var komið að mynd af hérna baðherbygginu með öllum lotion. Hversu mikið lotion þarftu að nota? Ég er ekki búin að sjá þetta, hvað er að tala um þetta mikið? Þetta voru fyrir 100 flaska af svona baby oil sko sem aðstofa maðurinn hans fyrir að kaupa lube og baby oils og Ég er bara að fá að senda bara beint frá hérna Johnson Það er bara með kassa bara sendibíl hendi Diddy Já, hann var með hann veist Allegedly Já, hvað segi ég? Allegedly Ok, Þú sagði Lexus eða eitthvað En þá var hann með bara staff sem preppar fyrir partíin og síðan clean up og pælega verið clean up þessi partí Eina sem ég séð er þegar hann var með eitthvað svona hvít partí Þú veist okay. ekki racially heldur þú veist það átti allir að mæti hvítu það var allir dúkar hvítir og allt svona hvít þema Kókain, pottþétt og það var hérna risastórt rúm út í garði með öllu svona hvítu áklæði veist, og við erum að tala um þetta rúm var eiginlega svona sko 10x10 eða eitthvað og það voru svona risakottar og sæng og eitthvað Hvað ætlaði að gesta á þessu rúmi? Ói bara Ég persónulega ef ég væri í einhver svona partí og þetta er bara hérna komum í stóra rúmið ég var ekki alveg why? Kontum maður Ertu ekki stemningsmaður? Jú, ég er stemningsmaður Fara upp í rúmið maður og síðan til að byrja allir eitthvað svona freaky diggy Ég væri eitthvað bara Nei takk Ég ætla að vera bara út í hotni Ég ætla að horfa Síðan var ég bara That took a turn Nei, myndið þið Gæti þið farið Ef þið var á lausu Ef þið var á lausu og engi börn og eitthvað svona sko Við varum bara hérna frægir út í heimi Og það væri bara hérna 5 manns eitthvað riðlast Stráka komiði maður Myndið vera leið Ok Ég held að ég væri bara góðu sko Fólk er high as a fucking kite í þessum partíum sko. Þú ert ekki, þú veist, ég væri ekki hérna edrú bara, já, ég hopp inn í Tag out, ég er næstur Já, nákvæmlega Birgir gott Tag out Meðalig Áfram Davíð Hey Skotin Tag out Já, tag out Oh my god Davíð er nátt hliðinni Er ég næst? Ég bara, shit Ég var ekki alveg sko, það er einn saga af einu gaur sem fór í hérna í svona partí svona freaky diggy partí ekki diddy partí Nei. Og Það er ekki sem við þekkjum með það? Nei, ok Þú varst skuggulega fljótt að segja nei Það er sérst að strákur sem ég þekki frændi hans fer í þetta partí og hann eitthvað svona og það er eitthvað svona hérna Freaky diggy Já Hann fer inn í svona herbyggi Freaky diggy herbyggi Já, það eru nokkur hérna og hann er alveg ok, byrjar aðna smá síðan allt í henni bara blúk, er einhver komin aftan á hann Nei og hann er alveg no sir It's not for me It's a one-way hole og ég ekki bara, þið heyrið sög ég var alveg Oh my god
var svona auðvelt bara að koma hann þarna inn bara í fyrsta búp, bara komin inn það vantilega verið fagmaður fyrir aftan hann 100% sko ég var ekkert bara Jesus Christ ég er ekki alveg í stuði aðeins bara lestu kontraktinn sem við skrifum undir árinu byrjuðum já, Christ maður en stemningsmaður já. Hann var ekki dónalegur hann var ekki get out of my asshole það var bara dónalegt afsakið gætur þið farið út af rassinum á mér já, en bara ég er ekki alveg í stuði já, einmitt eru svona dyrripartíin örglega maður veit ekki það er náttúrulega sko eins og þetta var alltaf í Playboy Mansion og svoleiðis þá ertu bara að skrifa undir sko þagnarbindindis eitthvað sérstaklega því að það er svo mikið að frægu fólki þarna sko. Svona NDA, Non-Disclosure Agreement já, akkurat þannig að ég get alveg ímyndað mér að Diddy og þeir sem eru, þú veist, R. Kelly og þessir fáættar séu bara með þannig samninga ég meina að ganga nú sögur af DiCaprio bara í hellinum hann í Playboy Mansion og einhverjum Playboy Bunnies og svona já, kemur mér ekki óvart sko já, bara 100% já, 100% sko. 100% ef þið væri DiCaprio ég er svona mikið penning og væri einhverja bunnies og væri svona sætu strákur væri að lausu, engi börn já, myndi ekki vera eitthvað bara inn í þessum helli bara hell yeah man ef ég væri í Playboy Mansion, single, not a care in the world engin ábyrgð, ríkur ungur, myndalegur why not? allir búin að skrifa undir þagnarbindindi það er að telja allt sem hann er ekki Ouch herðu, hvað er það að gera þættinum í dag? Þátturinn í dag fjallar eitthvað skemmtilegt Urban Legends, god damn you maður eftir að þið eru hérna byrjar að fá mig oftar í það það er bara að gera mig það ljóst að ég man af hverju ég hata það í skóla það er alltaf þetta fucking heimanám sem þeir að láta mig gera alltaf verið þættir ég er bara með flashback frá 10. bekk bara, ég þarf að klára að skila þessari ríkjart þetta eru 20 mínútur með sumt þetta var erfitt sko. þetta eru við búin að vera að gera í marga mánuði já, þeir eru duðleir herru, ég er með íslenskt ég er með eitt íslenskt hérna okay. herru, vitið það að það er gull undir Skófossi það er a urban legend falið gull þá eða gull náma nei, það er bara gullkista hann undir og enginn sækjar hana því að og þetta er Skógarfoss kemst ekki undir hann jú. Nei, hvernig? Hvað með reglíf? Hvernig það gerir þetta? Bara, þú veist, góttu bara með stærstu skópla og stærstu gröfu ever og settir bara undir fossinn og þú komið smá skjól Þetta er ekki flókið? Ég skal gera þetta Já, ok Þetta er með smá pening og ég græði þetta Næsta públubjörn Davíð, það er bara villi Það er bara fluttið til Dubai Nei, ég held að sé frekar þessi þáttur í minningu Dada sem dó Drifnaði Ef einhver næri þessu þá er að ég Urban Legends 2 Það er sagt að Daði sé undir sko. Ekki taka puttaferðalangan að nála skoðu sig það draugur hann af Dada Herru, þetta var enda geggjum tengingi yfir eitthvað sem ég með okay. The Vanishing Hitchhiker Þetta er til út allan heim þessi Urban Legend og líka á Íslandi Já, ég er akkurat með þennan á Íslandi sko. Já, þú veist, þetta er basically þú tekur eitthvað upp í bíl sem er húkað far yfirleitt ekstra út á þjóðvegi situr í bílum hjá þeir spjalli kannski smá saman eða þegir, það er 2 sögur sem ganga því og svo bara eftir smá tíma þá bara horfin úr bílum hjá þeir sattur hliðin á þeir, bara puff, horfin og frægasti hérna á Íslandi er Stabadraugurinn sem ég var akkurat með hann er hérna yfir þetta The Stabbing Ghost já, einmitt, akkurat, góð þýðing hann er yfir þetta hann hefur oft verið að sagði að vera milli Voga og Grindavíkur afleggjara hann sé svolítið þar og talaði að þetta sé einhver maður sem að var til 1700 Súrkál og fór í Voga og bankaði á bæ sem var þar og óskattir að fá að komast inn að því að það var svo kalt úti og blautt og hann var eitthvað á leiðinni, þú veist, ég átti hann að kepla eitthvað svæðinu og svo var hún neitað það víst hann ákvað að halda áfram að labba og dó þar einhvers staðar og það er sagt að hans í Stabadraugurinn og
og veist, og það er fólk á Íslandi sem svera að við tekið hann upp í það séðan á vegkantinum og veist, einhverju vöruflutningabílstjórar sem segist að tekið hann upp í og svo bara ég heyrði mitt að það var kona, það var einhver sem tók konu upp í og búin að spjalla við hana og leiðu voru komin á gistiheimilinu hún lappar inn og hann á eftir hún var farin þá en með stapadröginni talið að hann hafi bara x svæði til að vera sem bara milli Voga og Grindavíkur sem rosalega stutt svæði í rauninni en það, og það svona hverfana því að það fer út fyrir svæði sem hann tilheyrir út fyrir þjónustusvæði út fyrir þjónustusvæði Stepping Ghost akkurat stapadröginni, Stepping Ghost frábært þýðingbyrkir það ekki? Já ég eitthvað sem að allir hafa heyrt þú hætti ekki að fara í sund eftir að hafa borðað fyrir en hálftíma eftir að hafa borðað það er vist bara kjartaði það ekkert engin vísindalega rögg fyrir þessu ég með einn joke sem ég bara má ekki segja nú? Nei, ég veist, þú klippir þetta út já, hvað er það? Nei, off there, ég ætla ekki en ég lofa að klippa þetta út treystir ekki það tekur að setna þetta er samt sko þetta hlýtur að hafa komið af einhverju einhver ógeðslega feitur hafi verið að borða og sem bara sokkið já kannski kunnar bara ekki að synda já, kannski nei, ég veit ekki hvað þetta getur komið sko en þetta er náttúrulega það er ekki allir út allan heim þetta er ekki bara Íslands dæmi sko en þetta er bara, það er engin vísindalega rögg fyrir þessu þannig að þetta er bara bullcrap þetta er eins og mythbusted já, nákvæmlega þetta er eins og banna að rúlla sér þetta þú fær garnaflækju já farði enga garnaflækju sko þetta er bara vissi garnirnar í ykkur þær vita í rauninni hvernig það er að vera þegar þið farið í uppskurð og þar að rekja úr ykkur garnirnar læknandi bara eitthvað tróða þessu bara einhvern veginn og sauma svo fyrir og garnirnar bara figure it out wow. en so smart fengu þið líka þegar voru krakkar að sko því þetta hlæði ekki að þetta en ég stóði mitt í þessari urban legend og það sagði ykkur að þið klára ekki kartöflunar þá verið sköldóttir það var sagt um mig og ég átt alltaf fucking kartöflunar ég er svo fegin að ég borða ekki neina kartöflur og ég held hárinu ég hef aldrei verið hrifin af kartöflum kannski voru mamma og pappi með þetta öfugt já, damn it it's the devil's apple áttu að klára eða ekki borða til að vera skölla sko við erum ég er líka frá yfir þessar bræðum minna því að tveir eru með fullt af hári tveir eru ekki með hár já. Hverjir borðuðu ekki kartöflunar? Þú borðaðir þar allar ok bara hinn fengi ekki neina hinn bróður minn sem er líka sköldur hann er bara veikur það ekki the fuck oh my lord gæti sagt þetta núna, ég ætla ekki að segja það herru hvað voða er þetta einhver pempi í þáttir þú eru ekki að segja það nei, ég bara vil ekki segja þig allavega varst þú næstur? Þetta er allt komið í einhverja flækju skrifaði með gulu nei, aftur með gulu já, þetta er íslenskt pínu tengt eins og vorum að tala um áðan að ef þú heyrir sem sagt bassgrát í náttúrunni einhvers staðar að þú getur heyrt bassgrát í náttúrunni þá er það, þú veist, batt sem hefur verið borið út þetta er gömul svona íslensk myth, já, nákvæmlega viðbjöðslegt sko en já, þetta gekk bara fólk gerði þetta bara í gamla daga það bara þurfti bara að gera það þannig að, já, lókislegt viðbjöður herðu, ég er með eitt frækt hérna Chupacabra þið hafið heitir Chupacabra Goat Sucker The Goat Sucker, nákvæmlega þú er heitir það, Birgir já, kallar það Davíð í sveitinni The Goat Sucker Davíð í sveitinni what the fuck ég held að vissi allt Davíð allavega oi barasta maður Chupacabra Cuba Missile Crisis Birkir svo evil maður Chupacabra þetta er góðsagnakent skrimsli sem að er sagt að vera á Reykjum Eyðimörk, Nýju Mexíkó og
á að vera á stærð við stóran hund eða lítinn björn með gatta svona á hryggnum alla leið og rauðglóandi augu Það sjálfsögðu augun það getur flogið, minnst það svo fyndið samt sko fólk segir að fljúi og sígur blóð úr nautgripum og annar sveitadýra og Chupacabra þýðir í raun geitasjúgur Geitasjúgur I know that guy He's in this room He's right there Krókudillar í holræsunum Já, New York þemað Já og út frá því kom hérna Turtles Alveg rétt Turtle Ég var að gleyma þessu maður það var hérna einn saga það var einhver sem sturtaði niður hérna gælundýrinu sínu ég held að þetta var eðlilega eða eitthvað og síðan var bara krókudíl Þetta er líka verið að nota bara í Turtles teiknimyndunum það var hitt krókudílana niður sem var risað stór og eitthvað Abandoned crocodile Getur gert þetta við hérna dýrið þitt? Salamöndruna Já, svona huge ekstra í Hollandsson í Íslandi Hver af þessi salamöndruna? I don't know Það skrýmsli í Hollandssonum í Hafnarfirði Það hérna The 27 Club Ég með hann líka maður Erst þú líka með þetta? Nei, ég er ekki með Nei, það veit allir hvað þetta er Já Þetta er, svo veit maður ekki, er þetta myth eða ekki? Þetta er bara, þú veist, það eru ótrúlega margir þetta sko. Mythið er að þau eru drepin Já á 27. árinu Já að þau eru, veistu, svo Alía flugvélin allt í einu Hún var 20, bara 21 eða eitthvað sko Já, hún var ekki um 27 Já, var það Lisa Leftag López, hún lenti bílstíð sig ekki? Nei, hún er flugslýsi Sko ég er með hérna Kurt Cobain Jimi Hendrix Janis Joplin Amy Winehouse Morrison John Michael Basquiat eitthvað, ég veit ekki hvað það er Mia Zapata Brian Jones Já, þau eru öll drefin sko Já, maður veit það ekki Ég er náttúrulega held ég fram að Kurt Cobain hafa drefin Já, þú ert alveg fastur á því sko Já En af hverju ætti að hafa drefið Amy Winehouse til dæmis? Til að losa sig She við hana didn't do nobody, nothing Bara losa sig við hana og leiðileg Söng illa Nei, hún söngur þetta ekki illa Nei Jú, undir lokin Já Hún söng sinn svanasöng Fæstor bera minnstu ábyrgð Sorry með mig Söng sinn svanasöng Ég er eiginlega bara með eitthvað svona things Things Ég er með hérna Minniwashitu eða sem er líka The Missouri River Monster og þetta er þjóðsaga frá Norður Dakota þetta er svo mikið Bandaríkin alltaf er eitthvað creepy hérna þetta vera sem að syndir á vorin upp ána og brýtur upp ísleifarnana þegar það verður alltaf klakar og frá fyrir vetri og sagan segir ef þú sér þess að vera í dagsbyrtu þá missur vitið að eilíðu, hún er svo fríki hún verður bara crazy en ég held samt að þetta sé bara meth en þú veist Alltaf eitthvað fólk í trailerum með 17 gaskúta fyrir utan hjá sér Þú sér þetta skrýmsli Herðu, ég er með hérna eitt The Burning Man já, ég sá það, ég ætlaði að vera með hann svo það var nokkra sögur Burning Man serial killer The Burning Man byrjaði þannig þegar 1904 það var strætó með insane people geðu ykkur fólki og sem klesti á undirgöng hjá brú og allir sluppu og síðan þegar var búið að ná þeim öllum þá nema einum og út frá því byrjuði koma þarna á þessari brú voru hengdar kanínur döðar kanínur sem búið að flá oft en síðan út frá þessu þá náðist aldrei þessi gaur og 1970 og eitthvað þá var a Burning Man sem var að drepa krakka og hengja þau
Allegedly. Ok. Ég hugsa strax Donnie Darko. Já. Kanínubúningurinn þar. Mitt. How creepy. Það er kannski byggt á þessu. Það geti alveg verið, sko. En þetta alveg, mjög frægt, sko. En byggt á 1904, það gerðist í alvöru. Já, 1904 var, árið 1904 kom. Já, 1904 gerðist í alvöru. Nei. Open your eyes, people. Þetta slísvarð. Þetta slísvarð og allar þessar kanínur, það gerðist í alvöru. Já. Ok. Það var alveg, sko. Ég meit skoða þetta mitt. Áhugavert. Amazing. Já. Við bara að senda SMS. Nei, ég er með hérna í símanum með eitthvað saman. Ok. Þið hafið heyrt náttúrulega James Dean dó í bílslýsi í Porsche Roadster bílum sínum sem ég var kallað Little Bastard. Hafið þið heyrt sögurnar með hann bíl? Já, ég er búin að heyra eitthvað af því. Hann víst bara að reyna að drepa alla sem að koma nálægtunum. Killing machine, that little bastard. Og ekki bara það að þeir sem að kaupa bílinn og reyna að gera hann upp, deyja, heldur líka, þú veist, það var bara að vera að selja, þú veist, púströrið úr bílum eitthvað og hann dó og þú veist, það er bara að deyja allir sem koma nálægt þessum bíl. Mér finnst það ógeðslega creepy. En okkur ekki bara, veist, ekki selja hann? James Dean Nei, þeir þurfa náttúrulega að selja hann, eiga þeir dáin. James Dean En pælið, myndið þið kaupa eitthvað? Nei. Ekki þessi bíl, nei. Gírstongarhnúðin eða eitthvað skilur Nei, ekki neitt. Nei. Ef þið myndið sem bara þessi kamera, það er bara geðveikt dýr kamera. Það eru það, já. Nei, veist svona flott ás, alveg, eða eitthvað. Bara einhver flottur hluti sem ykkur mjög mikið langaði í. En hann er cursed. Eða það er urban legend í kringum hann. Já, pass. En þú farði hann bara á 1000 krónur. Pass. Myndið þú taka sjensin á að taka þetta heim? Ég var pælt í þessu í svona hryllingsmyndum þar sem að fólk bara, hei, ég fekk þetta hús ógeðslega ódýrt, okkur I'll tell you later og ég myndi bara þetta myndi flytja þetta inn alltaf 31. november á hverju árið þá deyja allir þetta inni þá verði ég bara eitthvað annar staðar 31. november þú veist, ég er að fá þetta hús hérna á 1000 kall skilur ég fuck já cheap bastard alltaf 31. We're on vacation bara reminder, bara ég er í fríi þennan dag og það verði bara eitthvað annar staðar já, true gott plan Jason Voorhees kemur alltaf og dreipar alla krakkana alltaf á sama tíma hverju ári hvað í anskotanum er það að gera þetta? Loki eina viku maður nákvæmlega Lokin í eina viku já, crying out loud ég er með Indiana góðsögn það er alltaf góður þetta er Naleba Naleba sér, mér brá þetta er sem sagt gömul Indiana góðsögn sem að kona sem að hét Naleba hvað hétt hún? Naleba ok, nice 50 Teletubbies já eftir motherfucker eftir dauða þá satt hún á Naleba ok, allavega eftir dauða fáið þannig sorry þá satt hún að orða ílgjörn manda sem klæddi sig eins og brúður alltaf í hvítum kjól og hún mætti á pallin hjá þér eða fyrir fram út í hurna talaði til að hleypa sér inn og ef þú hleyptir inn á dragbúnallaðinni og yfirleitt bara svona frekar blurry bara svona slash og eina leiðin til að verjast þessu var að skrifa nafnið hennar Naleba á útittir hurna hjá þér ég myndi definitely af því að þá kæmi hún og segi að þú veist þið viti betur næsta hús ég var alveg hvernig næsta og hún kemur alveg þetta er ekki nafnið mitt you are so screwed man herri Bloody Mary við Bloody Mary horfa í speilin Bloody Mary þrisvar Bloody Mary Bloody Mary og þá kemur hún og slátrar ykkur og þetta er minnum mig af Mary sem var no way coincidence sem átti litla lampið já, þetta er það sem kom fyrir hann eftir það eftir að lampið dó nei, veist hún var að túr sko
One step too far, ok? Er það ekki þannig? Þarna var línan dregin. Þess vegna er hún svona reið og brjáluð. Já, bóttið. Ok, já. Dæðali, I'm not touching this. The bloodiest Mary. Já, hún var myrt á þennan hrikalega hátt. Ok. Og fyrir fram að speilin og hún tengdi sig í The Mirror World. Spegla heiminn. Já. Bara hrættir. Því líkur narsisisti samt að þú veist, hætt að horfa í speilin í smá stund. Það bókstaflega að vera að drepa þig sko. Þú ert bara eitthvað í speiklinum. Já. Því líkur narsisisti. Say my name 3 times. Já, nákvæmlega. Já, maður. I need attention. I need attention. Ég var alveg til í þetta, sko. Birgir. Sen kem ég alltaf alveg, hey, penis joke. Eða í party. Diddy party. Nei, ég sagði fyrir að þú kemur svona labbað inn í speilin með svona búbluflösku. Hey, what's up? Party, er þetta ekki stemningsmann? Ég er hérna, come on man. Við erum bara tveir hérna. Búblur. Ég er búblur. Ok, David. The Bubble Man. Já, Mr. Bubbles. Já, eða 1999, þannig að það er ekki langt síðan í mæ í Hong Kong. Já. Það Great story. 13 ára gömul stelpa. Sorry, ég er að reyna að lesa þetta tala í bæði einu. Þú ert að reyna að lesa það sem skrifar í síman hjá þér. Já. Ok. Nei, ég er að reyna að lesa, ég er að reyna að hoppa gegn, ég ætla ekki að lesa allt saman. Ok. Já, sem sagt 13 ára stelpa tala við lögregluna og segir að 23 ára gömul kona hafi verið sem sagt hrottalega pyntuð og meðan hún var bundin með rafmagnsvír og eitthvað og þegar hún samfæri lögreglunum að fara með sér og leita að þessu. Já, þetta heitir The Hello Kitty Murders. Og ekki spyrja mig hvernig ég datt inn á Hello Kitty Murder. Það var stjúb kaninúhola hana. En já, þannig að þeir fara sem sagt í þriðju hæðar íbúð í Granville Road 31, með að segja. Já, ok. Og þar finna þeir stóra Hello Kitty brúðu með kvenmanns höfði inn í. Fuck. Nice, what the fuck? Nei, ég minna, oi. Já. Þannig að já, þetta var þannig að konan var afhöfðuð og hausnum tróðin í Hello Kitty dúku. Stelpa var ekki að ljúga. Nei. Var þetta satt eða er þetta Urban legend? Það er ekki alveg víst. Það er Þetta er bara sagan sko. Já, þetta er sagan sko. Já, nákvæmlega. Urban legend. Þetta er alltaf nákvæmlega heimilisfangið og konan sem dó hitt Fan Man eða eitthvað og var nákvæmlega nætuklúbi og skuldaði eitthvað pening og eitthvað svona þannig að þú veist það er ekki, já, en sagan allavega segir að þetta hafi gæst. Okay. Hello Kitty Murder. Interesting. Ég er bara með eitt viðbót sko. Þetta er þess að tölvuleikur sem ég sagði hafi verið til einu sinni sem hafi aldrei fengið staðfest en hann var kallaður Polybius og þess að árið 1981 þá voru einhver ákveðnir aðalar sem fengu aðgang að þessu leik og þeir sem að spila þennan leik hafi bara flestir enda með einhvers konar minnisleysi eða bara ráðaleysi með auðveldustu verkefni í lífinu, þú gast bara ekki skeintir allt í einu eitthvað líka og sumir bara endaði að drepa sjálfa sig. Fyrst þetta skuld hjá Davíð. Öll kvöld hjá Davíð. En alltaf orðrómurinn þennan leik er það að ákveðnir aðalar hafa verið valdir til að fá að prófa hann og það hafa verið tilraunaverkefni á vegum CIA. Já, ég hafði heyrt eitthvað þetta. Þetta er 81 sko. Ég gæti alveg trúa CIA til þess að búa til eitthvað svona á þessum tíma sérstaklega sko. 100% að bara reyna að sjá hvað geta steikt heilan á þeir sko. Já, með sko MK Ultra dæmi og eitthvað og þú veist, þeir actually, og þetta er sann að CIA var stundum með partí þar sem að þeir voru að lauma sýru í glösin hjá kollegum sínum. Diddy party, nákvæmlega. Þeir voru bara að setja LSD og sjá hvað myndi gerast, skilur við. En var ekki, það urban legend á CIA að þeir voru að experimenta með LSD til að Jú, bæði sem truth drug og alls konar sko. Þannig að, jú, þeir gerði alls konar rannsóknir sko. Þeir meiri segja rannsókuðu, minnur það hafa verið CIA sem var að reyna að
rannsaka eða búa til svona gay bombs. Já. Ég hef heyrt gay bombs. Það sem þau ætla að sprengja eitthvað og gera allar samkynnaðar sem verða fyrir sprengingunni og útrýma þannig þjóðinni bara á endanum. Dildos! Dildos for everybody! Við skulum, hey! You're looking kinda hot today. Jesus Christ. Þið geymur í dildo lítur vel út. Já, ég veit. Þið með eitthvað meira? Já, ég með nokkra viðbót hérna. Það fjársjóður upp á fjalli á Laugavatni. Ertu búin að leita þann? Nei, ég nenni ekki að labba hann upp. Með bústaðan og basically með camp, sko. Já, en It's all the way up there. Ég hef reynda að heyrt þetta. Já, það sko, það fjall og upp á fjallinu alveg eins og þessi sko svona kista. Og ef þú segir réttu orðin, it will magically open. I want to be rich! Show me the money. En það verður að vera Cuba Gooding Jr. sem segir það. Cuba Gooding Jr. hann verður að koma með þér og segja það. Já, Cuba Gooding, já. Var það ekki með Keilir líka fjallið? Var það ekki eitthvað svona? Nei, Keilir var hérna Helgafell og The Holy Grail. Já, var það eitthvað þú máttir ekki líta aftur á meðan þú varst á leiðinu upp og eitthvað? Það var eitthvað seremoníu kringum þetta. Já, ég man það ekki alveg sko. En ég man að það var talað um það að The Holy Grail, eins og Indiana Jones var að leita, hann hafði raun og verið í Helgafelli og þess neitt Helgafell sem alveg umöðlega saga sko. Eða bara einhver helgi sem átti í bóndabæðan. Kannski. Helgi á felli? Já, nákvæmlega. Plausible. Helgi á felli? Ok, I dig it. En næst þegar við förum á Lauga, getum við labbað hann upp? Já, þetta það lengstu upp. Ég veit það maður, fuck that. Þegar kemur rúlisti, þá mætum við. Já, eða svona skýja, eða svona kláfur. Já, kláfur. Það er alltaf hérna Urban Legends kvikmyndin. Hún var með náttúrulega fullt af svona Urban Legends. Var hann með mörgum? Var það ekki bara að blikka ljósunum og... Nei, það var náttúrulega blikka ljósunum. Veist, ef þú ert að keyra niður sem sagt the highway og einhver með slökkt á ljósum og þú blikkar hann og snýr við og dreipið. Alveg rétt. Það er alveg hella sko. Og svo, ég man þegar þessi mynd kom út þá var, þú veist, held að ekki vera í Íslandi en út í Bandaríkjunum voru krakkar að leika sér að þessu. Þetta voru sport út. Snéru við og byrjaði að elta og sem sagt byrja að blikka svona fara alveg upp í rassinn. Þess að lifa svona kveimindina sko. Og séðan var líka hérna þegar það myrkt í skólanum hérna The Roommate. Wow. Er það bíómynd? Nei, það sem sagt í myndinni. Þetta alveg Urban Legend. Þegar sko Er þetta Urban Legends myndinni? Já. Ég þarf að horfa á hann aftur. Þegar einhver myrtur og The Roommate sofandi og hinn roommateið myrt og síðan skrifað á hérna vegginn Diddy did it. Það miklu betra. Diddy was here. Þú veist, eitthvað hérna aren't you glad you didn't wake up. Turn around. Já, alveg rétt. En í myndinni þá alveg svo hún sé að ríða. Veist, hún hann alveg rétt. Og hún Stína svo gröð. Sér hvað langt sem ég sé þessa mynd. Þetta veist, það að kíkja á náttúr. Þetta allt svona The Urban Legends. Ég allan að búin. Er þetta stutið þáttur það? Nei, það er fít sko. Sko, ég var nú ekki með þetta en ég var svona melta. Hvað finnst þið ykkur Area 51? Ég veit að þetta búið að rætt. Þetta ekki Urban Legend lengur. Nei, en eru geimverur ranninni? Já, það Urban Legend. Ég myndi áætla að þú veist, það eitthvað ef þetta ekki geimveru sitt, þá þetta eitthvað tilraunaverkefni hersins með eitthvað freaky shit sem við viljum ekki vita af. Area 51, það í Roswell, New Mexico? Nei, það er í Nevada heiðmörkinni. Sem sagt Independence Day var að ljúga okkur myndin. Nei. Jú. Nei, geimfarið átt að hafa ég man ekki hvort það sé eitthvað staðar nálægt kannski. Geimfarið átt að hafa lent í Roswell, New Mexico, þar átt að hafa lent eitthvað geimfar en áttur ekki að hafa dreigið það síðan yfir á eitthvað base sem Area 51. Ég man ekki Will Smith þurfti nú að ferðast langt með helvitis. Já, sem lyktaði illa. What's that smell? It's your fucking ass. Já, ég að komast að því hvað langt inn á milli. Já, nei, en ég svo, þú veist, ég trú ekki ennilega að það séu
geimuröðinni og því að bara einfallega vegna þess að það geta ekki svona margar manneskjur haldið leyndamáli svona lengi þú veist, þau gáta ekki, við vitum að þessu núna að þessu geimuröðinni, já, vitum við það bara nei, ég nefnilega, ég held frekar að þetta sé svona smoke and mirrors að þeir séu með eitthvað annars staðar og svona leifum þeim að halda að það sé eitthvað í gangi þarna þú veist, við skulum ekkert afsanna það of mikið holy shit, strákar, ég er ekki tjókið ykkur ég get gert Area 51 í Google Maps og sýnum mér hvað Area 51 er ég get Roswell og sýnum mér Roswell ég get ekki fundið leið á milli það kemur alltaf try again CIA maður í alvöru, þetta er fucking ég er búin að íta try again 30 sinnum ok, Area 51 ok, Roswell og Los Angeles ef það kemur upp það kemur upp þeir eru bara að blokka vegalendur enda milli Roswell í New Mexico og Area 51 í Nevada Urban Legends prófið þetta, farið á þú veist, bara þeir sem eru að hlusta, farið á Google Maps tjekkja á þessu, þetta er frikið shit ég ætla ekki, innan ekki til mig að gera þetta, Ég sem vil eru ekki að hlusta okkur í vinnunni ég vil ekki fá CIA í minn síma líka sko crap, þeir eru búin að ná mér með ég var að fá e-mail nákvæmlega you're next don't fucking move viltu bróna töluleik, Polybius yes please PlayStation 5 herri, ég ætla að enda þáttinn á smá ég fekk hérna e-mail frábært og það er styrtaral sem vilja styrkja okkur skippa okkur herri, sko hérna og við verðum að lesa upp auglýsinguna þeirra sko já, ok við verðum og sko, ég ætla að leifa ykkur ég kann ekki lesa, sko ég ætla ég er búin að senda á ykkur hérna sendur þið sama á okkur báða? Nei ok hérna, má ég kíkja á þetta núna? Nei, sko, þú mátt kíkja á þetta þegar þú byrjar að lesa Davíð byrjar með þessari auglýsingar já ég ætla að fá Davíð til að byrja og maður ekki að reyna að komast í gegnum þetta án sem springuhlattri nei, þið verður bara að selja þetta ok þetta eru nýju styrtaraðalennur okkar og þið bara verði að selja þetta annars missum við þá og segðu Davíð, hann má ekki lesa þetta og undan að lesa þetta, hann er að lesa þetta bara beint ég er ekki búin að opna þetta og bara, veistu, bara lestu upp og, veist, innlifun, selja þetta ok, spennandi og ég seti eitthvað lag undir eitthvað svona svona auglýsingar jingles ég finn eitthvað jingle ok eru þið búin að vera í sama vesinni og ég að þóra ekki neinu og gera ekki neitt í því ég breyttist leið og ég mókaði sandinum úr píkunum minni og var það alvöru karlmanni ég mæli með Manscoop frá L'Oreal nú er ég orðan á manni með reyna píku þið getið fengið Manscoop senda heim til ykkar farið á heimasíðuna sandpika.is og pantið þar vertu karlmaður, ekki aumingi hvað er að þér? það er svo mikið að þér wow vel gert Davíð takk fyrir bravo Manscoop er geggjað sko. fáum við frýtt demo eða? Já, en það ekki? pass Jesus, er mitt verra kannski? Ég veit það ekki nei, þú veist það ekki ég bara las ekki yfir þetta sko. Þú bara áframsendir textan bara beint frá styrtaraðurum já, akkurat ég ætla að pröfa að íta á linkin hérna sandpika.is það er ekki til ok, á ég að fyrir mitt já ok, og ok, ég ætla að selja þetta sko ég ætla að reyna að selja þetta já ok eru þið alltaf með blauta nærbuxur og komin á þann aldur eins og ég að þið eigið erfiðleikum með tippaleika og vantar eitthvað til að stoppa droppana ég er með lausnina fyrir þig tippatappin frá Pompus tappan í tippið og þurra nærbuxur ég mæli með þessu, ég nota tappan á hverjum degi ég er með það núna og ég finn ekki fyrir honum þið getið fengið afslátt með því að nota kóðan tippi og þá er þið 100% afslátt á síðunni ég er ekki gamall.is hvað er að mér? þessi síður heldur ekki til er þetta alveg styrtaraðalega? já maður akkur er þessi síður ekki til? 100% afslátt á þessum þroskjæftu nótum Birkis held ég að lokum þessu bara í dag vá hvað vantar eitthvað í hausinn á þeim vel gert strákar takk fyrir við náum að selja þetta sko flott hér að finna svona flotta styrtaraðalega takk ok takk fyrir bye